sem gerir 6,40. Þá hann mættur inn á gólfið hann Dagur Sigurðarsson og Mórall frá Hlíðarbergi. Mórall 10 vetra gamall, hann mógulóttur að lit undan Glæsi frá Lækjarbrekku 2 og Rullu frá Hlíðarbergi. Dagur keppir fyrir Kastalabrekku, vertu velkominn. Þú gefur okkur merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá hann Dagur kominn til okkar. Hann ætla að sýna okkur opin á tölti og brokki og skeið sem æfingu. Þannig að við fáum að sjá alveg svolítið skeið hérna í kvöld. Það bara gaman að kjarkur í keppendum og sýna kraftmikið skeið. Frábært. Við erum búin að fá svona ekki fín skeið líka, svona fínar útfærslu þess á milli og bara kraftmikið gott skeið. Þarna byrjar hann. Byrjaður, komin í opin til vinstri. Byrjaði mjög vel fannst mér æfingin og svona, var gott sníð, jöfn sveigja, góð taktur, góð gangtegund. Svona fór öllítið, misti sníði aðeins í lokin, undir lokin sko. Er þetta ekki sammála því? Jú. Sem náttúrulega svona, við myndum vilja þetta hrossi heldur æfingunni út og svona ríði vel út úr æfingunni. Betra hér og ríður vel út úr æfinguna hér og æfingin nokkuð fín, svona var ekki aðeins örlítið erfitt að sækja sniðið til að byrja með en svo góð æfing. Já, en nú þarf bara að sýna æfinguna 10 metra. Já, svona að minnsta kosti. Að minnsta kosti. En það fer náttúrulega allt inn í líka hvernig þú ferð inn í hann og út úr henni en besti kaflinn ætti nú samt líka að telja. Jú, hann til hann náttúrulega kannski mest en þetta er svona heipa heildin lit og svona og kannski inn í reyminsku einhvern. Já. Það gerir það, en auðvitað til besti kaflinn og ef að sérstaklega með ef æfingin endar vel eins og hér þá er það bara mjög jákvætt sko, batnar og hrossi verður betra á gangtegundum. Fínt og mjúkt brokk þarna. Kemur hann inn í opin stikku og brokki. Hérna finnst mér hann eiga auðveldara með að vera ekki of sveigður í hálsinum. Já, svona jafnari sveigja. Já. Sem við tek aðeins eftir, við máum spá allir knapanum líka. Það var náttúrulega gaman að knapinn gæti sest alveg upp réttur í gegnum æfinguna, annað kannski er auðveldara að ná betri stjórn á hraðanum svona. Getur verið. Ég har stundum hjálpað hans að létta á baki til þess að fá hæstu til að kvelva sig, til að gefa því pláss. Til þess að fá afturpartinn meirinn undir. Já, hérna bara flott skeitúfælla. Já. Akkurat. En svona með þessuna, sko hesturinn í bestu tilfelli á að vera komin það sterkt bak og svona að knapinn getur sest upp rétt í hnakknum og sett fulla þyngd, svona fulla þyngd af því leyti að hann getur sest í hnakknum. Og það sem oft gallin svo með þess að framhallandi ásitu líka að beina svolítið meira þyngd á frampartin á hestunum. Það svona kannski gallin við það líka sko. Já. En stundum þá með ekki að velja að hafna hvað maður vill og hvað var að gera og hvernig gengur best að útfæra. En góð gangsetning upp í stökk niður í skeið og bara virkilega flott útfærsla hjá honum. Já. Eða hvað? Já, gekk vel. Fyrri var örlítið betra að mínu mati. Mér var svona örlítið losa á honum hann í byrjun en svo var hann virkilega góður. Bara svona smá atriði. Já, hérna var bara býsna flott höld fram hjá dómarunum. Já. Kraftmikið stökk núna. Það sýna hann svolítið í gangtegundina remut. Já. Og eins og mynd finnst mér að fínt jappa hjá honum í gegnum beygjur líka og gengur vel þessar gangskiptingar ganga yfirleitt vel og ganga vel nokkuð vel að ríða inn og út á ræfingum. Eða svona allan að góði kaflar í því. Já. Og svona finnst ákveðin mýkt bæði í samskiptum milli knapa og hests og í hrossinu svona heilt yfir að ekki. Jú. Og getur alveg ríðið svona. Hann virkar mjög fús hesturinn undir stjórn knapans að gera það sem hann er beðinn um. Það er 1 mínúta. Næri að bæði sína kraft og rólegheit. Já.
svona léttstígur hestur. Já, Svona ákveðið mýkt í honum. léttstíkt og mjúkt tölt. Og hérna er knapinn svona mitt fann, já. Hann sýnir fram að því að það sé góð samskipt þarna milli og getur í honum að tölti á einni hendi. Þakka ykkur fyrir Dagur og Mórall. Og krydda programmið þóli.